Ja, þú fæði 4-4 jafntefli hérna á N1-vellinum í kvöld. Svona, hvað getur maður sagt eftir svona leik? Ekki mikið. Ganski skemmtilegt fyrir fólki sem kom á völlin að sjá 8 mark og fullt af færum, en hvorki ég eða Heimir trúi ekkert ánægð með frammistöðu okkar lið. Eins og ég sko, ekki góður leikur svona heilt yfir, en eina jákvæð sem hann svona tekur úr tíjan og aftur að lenda undir 2-0 og baki svona upp í vegg, og ég veit ekki hvað oft í sumar þá erum að rífa okkur upp, sína mikið karakter, snúa leikin og spila virkilega vel á þeim kapla, en þetta var ekki nóg að spila bara eitt kapla í leikum til að vinna leikin. Já, fáið þetta á okkur 4 mörk, eitthvað svona sem að þér alls ekki vannir? Nei, það bara mjög svekkjandi á heimavelli, eins og segir, í leik sem fyrir mig skipta alltaf mikið máli. Þú að fara sem svona bara sigurverðari sem karakter í alla leiki til að vinna, og eins og fyrir leik var ljóst að með sigur þá getum við tryggja okkur annað sæti, sem væri gott meðan að Víkingur búin að vera besta lið í sumar, en það tókst ekki, og núna við þurfum bara að skerpa okkur og vera klárir að mæta miklu betur í Víkina eftir helgi. Þetta svona mikið búið að tala um að það sé lítið undir í þessum leik og fleira, bæðilega að spila ekki mikið, en það ekki þannig að svona annarsæti í rauninni betra Evrópusæti en kannski þriðja? Alveg klárlega, og við erum búin að fara yfir það er svolítið munur að enda í annað eða þriðja sæti, og alveg saman hvað mikið munur í varandi í Evrópu. Þú bara vilja fara í alla leiki til að vinna, og að sjálfsög viljum við að vinna leikin, en við gerðum ekki nóg. Sigurður Egill Lárusson spilar sinn síðasta heimaleik og næst síðasta leik fyrir Val. Hvað svona, var það ákvörðun stjórnar eða þín eða svona? Það bara í neinum klubbi bara ég eða þú. Það alltaf við, og það bara ákvörðun sem tekin, og það tekur enginn af Sigga hvað hann búinn að gera fyrir klubbin. 13 ár held ég, og ég svona 400 leiki fyrir klubbin, og svona stór partur í mikla sögu Vals, og og minn bara heiður að búin að þjálfa hann í tvígang, fyrst 2020 þegar hann var svona aðeins framála á vellinum, og svo aftur núna, og Siggi búin að skila mikla vinnum fyrir Val og verður alltaf valsari bara, það engin spurning. Kannski mikið talað um Val og svona þjálfara og eitthvað, reiknar þú með að vera áfram þjálfari Vals? Það bara alltaf þannig að það bara stjórn og klúbburinn sem ráða hvað þjálfarar verður lengi í sínum starfi, og það ekki öðruvísi með Val eða með andra klubba, það ekki spurning fyrir mig, en að sjálfsög, ég bara samningsbundi Val og vilja bara halda áfram þessa vinnu sem við erum búin að gera í ár, og þetta var svona skref fram á við í mark sem við vorum að gera, og núna í rauninni bara viljum að klára þennan leik vel, fara vel yfir, hvað gerðum vel í ár og hvað gerðum ekki nóg vel, sérstaklega í þessum kapla þegar við mistum svona Víking frá okkur, en það gerist bara eftir viku þegar við þurfum að setjast niður. Takk fyrir. Takk fyrir.